Ég heiti Hafrún Friðriksdóttir og ég ólst upp á Norðurlandi, ólst upp í Svartárdal í Húnavatnssýslu, ein af 5 systkinum. Já, ég held að svona kannski minnisstæðasti hápunkturinn sem ég man eftir eru náttúrulega fyrst þegar við byrjuðum að vinna hjá Omega Pharma sem var náttúrulega í byrjun ferilsins. Þá var maður náttúrulega að læra fullt af hlutum og það var mjög spennandi að kynnast þessum stóru lyfjafyrirtækjum í Evrópu og fara að vinna með þeim og maður var alltaf að læra mjög mikið á þeim tíma og ég held að sé svona hvatningarorð bæði til kvenna og líka bara til ungs fólks að segja já, segja ekki nei, jafnvel þó það sé eitthvað sem að þeir haldi kannski ekkert endilega að þau geti en þú getur miklu meira heldur en þú heldur og það er náttúrulega ef þú byrjar alltaf á því að efast sjálfa þig og halda að þú getur ekki gert hlutina þá getur þú þá ekki. Svo þessi viðurkenning félagskvenna í atvinnulífinu fyrir mig, hún er mjög mikilvæg og ég hef aldrei fengið neina sérstaka viðurkenningu fyrir það að vera kona í þessu starfi eða á mínum ferli þannig að þetta er alveg nýtt fyrir mér og mjög gaman og mjög mikilvægt og ég er mjög stolt af þessari viðurkenningu. Það er allt mögulegt ef viljinn er fyrir hendi, númer 1 og 3, að þú getur allt. Ég held að það sé bara skilaboðin sem að allir eiga að gefa sjálfum sér í raun og veru, ef þeir horfa tilbaka. Hafrún Friðriksdóttir, innilega til hamingju og hún er stödd á heimili sínu í New Jersey í Bandaríkjunum og þaðan ætlar hún að ávarpa okkur og þakka fyrir sig. Já, það var gott kvöld og sjálfsögðu ég vil byrja á því að þakka sem sagt félagi kvenna í atvinnulífinu fyrir þessa viðurkenningu og hún hefur mjög mikla þýðingu fyrir mig og ég er mjög stolt af henni og ég vona að ég geti verið hvatning til annarra kvenna með þessa viðurkenningu. Ég hef svo sem ekki verið að vinna í íslensku atvinnulífi síðastliðin 10-15 ár en ég hef samt fylgst nokkuð vel með. Og ég hef séð að það er allavega orðið geysileg aukning á konum á vinnumarkaðnum síðastliðin 10-15 ár og ef ég berða saman við önnur lönd þá er sirka 80% kvenna útivinnandi á Íslandi í dag sem er mun hærra heldur en í öðrum löndum þar sem ég þekki til og vonandi mun það hlutfall aukast jafnvel enn frekar. Ef ég hugsa mín daglegu störf þá lifi ég náttúrulega í svolítið karlaveldi. Ég er 1-2 kvenna í yfirstjórn Teva og hef í raun og veru alltaf allan minn starfsferil verið í miklu karlaveldi en það hefur svo sem ekkert hamlað mér og ekkert plagað mig og ég hef mörguleyti séð að fullt af tækifærum í því. En ef ég hugsa mínar kvenfyrirmyndir þá kemur náttúrulega fyrst upp í hugan á eftir móður minna sjálfsögðu, Vigdís Finnbogadóttir, því að hún ruddi náttúrulega brautina fyrir okkur hinnar. Það er eiginlega mjög gaman að sjá að auðvitað hefur menntunarstig aukist mjög mikið hjá konum síðastliðin 20 ár. Og þannig að konur náttúrulega eiga fullt af tækifærum bæði á Íslandi og út allan heim. Þannig að ég vil enn og aftur nota þetta tækifæri til að þakka fyrir þessa viðurkenningu. Hún er mjög mikilvæg og ég er mjög stolt af henni og ég vona að með þessari viðurkenningu þá get ég verið fyrirmynd fyrir aðrar konur.